Herru, velkomin í viku 2 í vefforritun 2 árið 2021. Ánum við byrjum nokkur administrative málefni sem við ræðum. Það er búið að finna dæmitímakennarar sem gekk svolítið brösulega, þannig að það eru komnir núna og það eru 4 dæmitímakennarar, þannig að það bætist við 1 hópur. Það eru bara núna 3 dæmitímar í töflu en það verður einum bætt við. Ég setti dæmahópa, bara random skiptingu í gegnum Canvas, aðalega upp á það að dreifa álaginu á dæmatímana í næstu viku. Þannig að það mæti ekki allir í 1 tíma og enginn í annan. En síðan þegar við erum búin að finna taktinn, þá er þetta yfirleitt þannig að það er ekkert brjáluð mæting, en þið hafið alltaf verið þessa tíma og ég mæli eindregið með því að þið nýtið ykkur þá, þó það sé ekki nema bara til að fara inn og tjekka bara eitthvað, heyrðu, ég er búin að gera þetta, er þetta í lagi? Og ná, þið fáið bara one-on-one session með ykkar dæmitímakennara. En á samanskapi þá er það náttúrulega verandi í fjarkennslu, þá er þetta svolítið svona, þá er þetta svolítið serial, það er bara einn nemandi í einu og það getur verið svolítið bið. Fyrir síðan mig og hafa svona skrifstofutíma, þá hef ég ekki náð að finna einhvern góða tíma fyrir það því ég ætla að reyna að gera það með dæmitímakennarunum því við höfum alltaf vikulega fundi með, en þannig að ég var í hugsa á morgun að hafa bara stutt eða jafnvel bara á mánudaginn, það kannski henta betur þegar föstudagar. Eftir vinnu á föstudagi er ekki besti tíminn kannski til þess að vera að taka svona chat. Þannig að þá setjum það niður. Já, það er einmitt hann Jónas sem var dæmitímakennari í vefforritun 1, hann er áfram núna, en hann var reyndar ekki í því sem þau voru að setja upp Discord, en ég ætla með þetta að fá input þegar við hittumst núna vonandi á morgun bara við dæmitímakennarnir, hvernig við skipulum þetta, af því það var held ég besta sem ég sá, var í raun að hafa Discord, þú veist það er líka hægt að hafa Slack, en kosturinn við Discord er að þú getur bara haft channel þar sem að fólk bara droppar inn og þá ertu með voice chat. Á meðan að þú gæst sett spurningarnar í chati sjálft. Það er alltaf hægt að gera þetta með Slack, nema þá þarf alltaf að vera Slack plus Zoom, af því að við erum bara með á þessu Slacki sem ég er með free planið og það er ekki hægt að nota calling dotið reliably. Þannig að við höfum eftir að komast að bara hvernig þetta er og allar tillögur vel þegnar og já, þannig að nánar það vonandi á morgun, en ég er svona bara þetta kemur þegar þetta kemur, en það verður tími á mánudaginn. Út af því að þetta seinkaði hjá okkur cirka viku, þá lengdi ég skilin á verkefni 1 tæpa viku og þannig að þið getið sótt ykkur þá aðstoð í næstu viku fyrir það og þar næstu viku. En það er náttúrulega ólapp bara við verkefni 2, þannig að ég mæli með því að þið byrjið og nýtið það sem við erum að fara yfir í dag, sem er í raun seinni parturinn af þessu því sem að verkefni snýst sem er þá að setja með Express-þjón og nota EJS og líka náttúrulega að rifja upp úr vefforritun 1 það dót. En þá held ég bara að leggjum á stað og förum yfir fyrsta viðfangsefni dagsins. Ég ætlaði nú, þetta er svolítið mikið, þetta verður alltaf þegar ég fer yfir þetta og uppfæri og laga, þá vex þetta alltaf, þá ég reyni að kutta þetta líka niður og hafa þetta bara svona það sem þarf að vera, en það er alltaf eins og allt þurfa að vera. Þannig að ég setti líka kannski áður en við förum á stað þá setti ég inn bara hvaða skilning ég seti í það, þannig að það sé bara explicitly þegar ég seti upp fyrirlesturinn, þannig núna er ég búin að setja upp fyrirlesturinn og núna erum við bara að fara í þennan fyrirlestur, og svo fyrir við þennan og svo framvegis, og svo þegar það er í raun búið, hvort sem þið eru að horfa á þetta núna í rauntíma eða horfið á þetta eftir á, þá getið þið hort á fyrirlesturinn hér og þið getið farið yfir og skoða bara eins og áður. Þið getið farið yfir yfir dæmin. Ó,
Svona, núna sjáum við skjáið minn. Ok, afsakið þetta, en nú er þetta komið í lag. Það sem ég var í raun að segja er það að ég setti inn hérna. Það sem ég er í raun að svona uppsetningin á hverjum svona fyrirlestri, formið á þessu hérna dóti, er í raun þetta. Við förum við fyrirlesturinn, þið getið hort á vídeóið ef þið eru að horfa á þetta seinna, eru að horfa á þetta núna. Þið getið skoðað fyrirlesturinn sjálfan, þið getið skoðað dæmin, ég mæli með því að klóna rýbóið og þá getið þið haft bara textaritil sem þið getið hoppað yfir og keyrt dæmin eins og ég er að keyra þau. Síðan setja ég inn aukaefni og aukaefni er eitthvað sem að ég gerir ráð fyrir því að þið skoðið. Til dæmis eins og hérna Express skjölun, þetta er það sem við erum að fara yfir á eftir og þetta er bara skjölunin. Þannig ef þið eru einhverjum vandræðum með Express þá er þetta fyrsti staðurinn þar sem þið ættu að kíkja. Þið fáið vísunu úr þessu úr dæmunum eða úr fyrirlestrunum. En þetta er skjölunin, þetta er sannleikurinn á því í raun hvernig þetta framework virkar. Þannig að þetta er staðurinn sem byrja að athuga og alltaf stór partur af því að vera að vinna sem forritari er að lesa skjölun og leita sér hjálpar og að googla hluti. Og það er bara, já, þannig að byrjið hér, svo googlið eitthvað og svo hérna heyriði mér eða dæmitöfukennarum. Síðan erum við með forrit hérna sem við ætlum að skoða og ég nota og sýna ykkur í dag. Þannig að þá er þetta í raun eitthvað sem ég gerir líka ráð fyrir að þið setjið upp og hafið til ykkur. Þannig að í framhaldinu þá mun ég vísa í þetta og þá er í raun hérna, þetta er vikan þar sem við fórum yfir þetta og þið áttu að setja þetta upp. Síðan eru þessi middleware sem við höfum að skoða betur hjá Express og Connect og þau munum við nota síðan í framhaldinu. Þegar við þurfum auðkenningu, þegar við þurfum eitthvað hitt, þá mun ég vísa í þessi middleware hér. Þannig að nú getið þið opnað þetta og skoðað, hugsanlega sótt eitthvað og prófað ykkur áfram. Og sá er það hérna að í raun setja niður hvað er svona praktískt sem þið getið gert. Það er þessi dæmahópa skipting sem ég setti inn núna og ég sendi tilkynningu síðan þegar við erum búin að fá staðfestingu frá Von hvaða tíma við getum haft. Skoða dæmin og þá sérstaklega þetta sem við möttum að fara að skoða eftir og ég mun fara sérstaklega yfir með munin á CommonJS og ES modules. Þetta og svo framvegis. Þannig að þetta ætti að vera svona frekar svona bara check listi sem þið getið farið yfir og ef þið eru búin að gera þetta þá eru þið góð fyrir vikuna og vikan er þá í raun frá með deginum í dag fram á næsta 50 degi. En ég er síðan bara reyna að vera síðan vika á undan með efnið en þetta er alltaf svona þetta er alltaf smá strax. Og síðan á lokum er það ítarefni og þá er það eitthvað sem ég geri ekki ráð fyrir að þið skoðið. En ef þetta er eitthvað sem þið viljið vita meira og þið viljið skoða betur, þá er þetta svona, þetta eru angar út í vefforritunar heiminn sem þið getið farið og bara þá fáið dýpri skilninga á efninu og hvað er að vera. Og þetta er svona oft bara eitthvað mjög cutting edge dot líka. Eitthvað sem er ekkert endilega á við það sem við erum að gera núna sem er svona kannski svona meira svona solid en er það sem er að gerast í þessu stóra vefforritunar konteksti. Ok, þannig að ég ætla bara að halda áfram með þetta og þá er hérna fyrir verkefnið þá sér í lagi, þá er hérna skrefin sem þið þurfa að taka, gefið að þetta hérna þið séu búin að þessu, setja upp tólin, setja upp og skoða hérna hvernig þið setjið upp fyrirlesturinn hérna ofan, já það var reyndar frá því senstu viku, hvernig þið setjið upp HTML og CSS og það allt og þá er það hérna setja upp Express, setja upp routing, setja upp templatein og búa þau til hérna, skipta það í þetta og setja síðan upp þetta sub-app sem við skoðum eftir til þess að halda utan um þetta. Ok, þannig að þá allavega viti, þá er ég búin að lýsa hvernig ég er að gera þetta og ég skrifaði bara smá um það hérna, þannig að þá bara, er þetta þarna og svo bara höldum við áfram og tökum þetta áfram saman. En byrjum þá að gera eitthvað að viti og skoðum einingar. Við náttúrulega sáum aðeins í seinustu viku hvernig við sækjum þessar einingar sem eru í core í Node.js eins og filesystem. En nú eru tvær aðrar spurningar sem að liggja eftir. Hvernig sæki ég önnur module sem einhverju aðrir hafa skrifað, eins og til dæmis Express og þetta. Og hvernig skrifa ég mín eigin module. Og svo er svona þriðja spurningin til hliðar hvernig setja ég síðan module mitt sem ég er búin að gera og ekki eftir næs inn á NPM þannig að aðrir getur notað það.
En þetta snýst allt í kringum NPM sem pakkastjóri eða package manager. Node package manager segir einhverju að þetta heiti en aðrir segja að þetta þýði ekki. En þetta í raun tól sem við erum búin að vera að nota núna í Webfortran 1 og ætti að vera kunnulegt. Og þetta þar notum við þetta að sækja alls konar tól eins og til dæmis Browsersync eða Node.js eða ESLint og við notum þessi tól í raun til þess að hjálpa okkur í forritunarferlinu okkar. Þannig að þetta voru svona development tól sem við vorum að setja upp. Og þetta kemur með Node.js og sagan á baku það í raun að þetta varð eins og svo margt í heiminum til óvart. Ryan Dahl var þarna að búa til Node og hann fann aðra forritara sem höfðu áhuga á þessu og þar meðal var hann Isaac Schultz sem stofnaði að bjóð til fyrstu útgáfuna af NPM með það í huga að búa til svona solid pakkakerfi eftir að hafa brent sig á öðrum pakkakerfum af því þau hafa verið nokkur og enginn hafa verið jafn þægileg notkun og NPM þó svo að það sé ákveðin kostnaður sem að var líka til út af því. Og síðan var í raun bara þetta það stórt og það mikið í raun, allir þessi pakkar eru hýstir á infrastruktúr hjá NPM og það þurfti að kaupa vélar og þetta bara fjöldi pakkanna hleypur á 100 milljóna og downloadin eru á billjónum talið á ári, jafnvel á mánuðum. Þetta er bara svona, þetta hefur bara verið að aukast seinustu 9 ár og bara alveg magnað hvað þetta er stórt ecosystem. Og NPM var bara stofnaði kringum þetta bara fyrirtæki sem heitir bara NPM Incorporated sem að býður þá upp á svona pro-þjónustu eins og private packages og eitthvað svona meira svona nice. En grunnurinn var alltaf að halda utan þessa public pakka og það bara eitthvað sem NPM á. Það bara þau eiga allan infrastruktúrin og alltaf sem við gerum NPM install þá erum við í raun að snerta á þessu, eitthvað sem þetta fyrirtæki heldur utanum. Og þá náttúrulega svona, þetta er mjög centralized og þetta er mjög centralized og mikið virði í þessu eftir þú ert í raun bara að sjá nákvæmlega hvaða pakka fólk er að nota og hvað er vinsælt og hvað er að gerast og þú getur séð bara trenda og alls konar. Þannig að í fyrra þá keypti GitHub NPM og 2 árum þar á undan keypti Microsoft GitHub, þannig að Microsoft á NPM. Þannig að þetta er svona, þetta allavega verður þarna, en það er spurning svo hver er kostnaðurinn. Og ég linkaði hérna í ítarefni í fyrirlestur sem hann Ryan Dahl hélt í fyrra eða hittifyrra. Það sem að 10 things I regret about Node.js og þar var held ég nummer 2 eða 3 á listanum var þetta að hafa leyft NPM að verða svona innvinklað í Node. Og sérstaklega þetta að vera með þetta centralized privately controlled repository for modules. Þannig að þetta er eitthvað til að hafa í huga svona, hvernig svona hlutir óvart verða til og óvart verða að stöðlum. En ef við förum frá svona heimspekilegu pælingunum við það að vera með þetta eins og þetta þá pakkastjóri eitthvað forrit sem að hjálpar okkur við það að svona sjálfvirkni væða það að setja upp, stilla og fjarlægja hugbúnað. Af því að nú höfum við öll gert eitthvað svona, að við þurfum að fara eitthvað á netið, hugsalega, þetta er minna svona í dag, eða allavega þetta er minna svona fyrir mig í dag, þegar ég reyna að nota pakkastjóra fyrir þetta og svo nota ég pakkastjóra í Mac gegnum Brew, að þá þarf ég ekki að fara á einhverja síðu, já, ég ætla að downloada þetta forriti X, Google eitthvað forriti X, fæ ég einhverja shady SourceForge síðu eitthvað og ég segi, þetta gæti verið forrit X eða þetta gæti verið eitthvað skellilegt sem að rústa tölunum minni. Ég tek sénsinn. Að þá erum við með svona vettaðan stað þar sem við erum að sækja hugbúnaðinn. Og þetta er náttúrulega bara eins og til dæmis sem við erum með App Store og Google Play. Það sem það er einhver gatekeeper sem að passar upp á það að forritin sem eru þarna eiga að uppfylla ákveðin standard. Og þá getum við bara sagt, við vitum þetta hérna, forrit X. Ég segi bara eitthvað, pakkastjóri sagt forrit X. Og þá er það bara sótt. Það er keyrt eitthvað uppsetningaforrit, það er sett upp á vélinni minni, það er sett á rétta staði, það er tengt á rétta staði og síðan getum við keyrt forritið án þess að þurfa að fara í gegnum eitthvað vesen. Þannig að við þurfum ekki að fara að stilla path eða við þurfum ekki að passa upp á þetta hérna þessi skrif eða eitthvað. Þetta gerist allt í bara þessu ferli.
Og síðan það annað sem að þessi pakkastjórar oft gera í raun að vista hvaða forrit við vorum að sækja. Þannig að við erum í raun að búa til svona project-based knowledge það hvaða forrit er verið að nota. Og þá það ekki þannig að já, heyrðu, þú ætti nú auðvitað að vera með forrit X, það geðveikt og ég bara 10 sinni fljótur að forrita og þá bara eitthvað, what? Ég vissi það ekki og þú veist, já, þú ert að fara þarna á þessa síðu, downloada og svo ert að gera þetta og þá bara eitthvað, ein skipun, ég sæki allt og ég komin á sama stað og þú ert og þá erum við með í raun bara svona samræningu á verkefna uppsetningu á milli forritara og að vissuleiti bara svona smá svona homogeny, þú veist, þetta allt eins og það þú veist, kostur þó, þú veist, maður fái smá svona allt eins, það ekki gott en þú veist, þetta svona bara eitthvað, ég veit að þetta að keyra nokkurn veginn eins hjá mér og hjá þér en það í raun svona, það eitt skref samt í viðbót sem þetta sko, ok, hvað útgáfu nót ertu með, það ekki alltaf eins hvað útgáfu gagnagrunum ertu með, það ekki alltaf eins og til þess að leysa það verkefni að vera með allt nákvæmlega eins þá þetta að nota lausnir eins og Docker og Kubernetes þar sem við erum í raun að taka þessu pælingu einu skrefi ofar og við erum að segja bara ok, hvað með að við myndum gera þetta líka fyrir stýrikerfið þitt og þá bara segjum við, ok, Docker keyrðu upp þetta Linux distro, nákvæmlega þessa útgáfu með þessari útgáfu af PostgreSQL, þessa útgáfu af Node, þessa útgáfu af NPM og svo keyrðu NPM install og þá, þú veist, þá færðu bara alltaf nákvæmlega sama umhverfið á öllum vélunum sem að keyra þetta. Og þetta rosalega næs. En kostnaðurinn í raun að byggja upp þetta umhverfi. Þannig að það hellingur þarna sem við getum gert til þess að einfalda okkur lífið og það sem svona mest relevant fyrir okkur þetta að skilgreina hvaða dependency við höfum. Það að segja hvaða forrit þarf forritið okkar til þess að geta keyrt. Og það vistað í þessari package station skrá sem þarna sem við fórum aðeins yfir í seinustu viku sem svona lýsigögn fyrir projektið okkar og þar vistað hvaða pakkið þetta og hvaða útgáfa af honum þetta og hérna getum við farið og skoða hvað hægt að skoða, hvað hægt að skilgreina í package station, það alls konar og ef við ætlum síðan að gefa út pakkan með NPM þá það alveg rosalega einfalt þá þurfum við eiginlega bara að skilgreina hvaða útgáfu af pakkin okkar í og hvað hann heitir og heitið má í raun ekki vera pakki sem til og þá getum við gefið þetta út og þá getur hver sem í heiminu gert NPM install pakkin okkar og notað forritið okkar og það ástæða fyrir því að NPM svona stórt og af hverju það svona útbreitt. Þannig að þegar við erum að sækja hluti þá notum við þetta NPM install skipunina og þá sækjum við þennan módúl eða pakka sem við erum að biðja um. Við getum sér skilgreint hvaða útgáfa en ef við gerum það ekki þá fáum við bara nýjustu útgáfuna af pakkanum. Síðan þetta vistað í package station svo lengi sem við skilgreinum annarkvort dastas save þegar við köllum í þetta þá erum við að skilgreina þetta sem case dependency þannig að forritið okkar verður að hafa aðgang að þessu í case-umhverfinu eða við gerum dastas save dev sem segir að þetta sé þróunar dependency og þá þetta svo browser sync eða ESLint eitthvað sem við notum til að hjálpa okkur í forritunarferlinu en ekki eitthvað sem þarf til að keyra forritið. Síðan þetta gert, sótt, pakkin sóttur og það aðtúa, ok, þessi pakki hérna, hann þarf þessa hérna X pakka og þessi pakkar, pakki X1 þarf þessa Y pakka og það rekið allt þetta dependency tree af því að við erum að taka ekki bara á okkur eitt dependency, við erum að taka á okkur dependency og öll dependency sem það dependency hefur. Þannig að við erum alltaf að búa til svona graf, eitthvað sem við höfum fyrir aftan okkur, sem þetta bæði þetta sem við stöndum á hana og lyftir okkur upp, en líka þetta sem við treystum á að sé vel byggt, þannig að við hröpum ekki niður í einhverju sleysi. Þetta síðan tekið og sett inn í Node Modules, það reynt að fletja þetta út eins og hægt en að samt sem áður, þá þetta afskaplega stórar möppur fyrir verkefni sem eru bara svona með ekkert það mikið að dependency og það getur verið bara hlaupið á 100 megabæta. Þannig að við geymum þetta ekki í source control, þar að segja við höfum Node Modules möppur alltaf í git ignore skránum okkar og keyrum npm install bara þess að sækja þetta locally á okkar vél. Þannig við erum ekki að checka inn dependency, við erum ekki að checka inn kóðan sem við erum bara að checka inn hvað við erum að nota og sækjum það síðan þegar við erum að ná í projektið. Og síðan út af því að við erum með þetta dependency tree,
þá er í raun þörf á því að hafa eitthvað svona skjal sem segir bara eitthvað, þegar ég sótti þennan pakka þá sótti ég líka þennan pakka þarna og nákvæmlega þessa útgáfa af pakkanum. Af því að ef við erum með þetta dependency tré og það uppfærist einhver pakki einhver stær í trénu og hann er höfbagga, þá munum við lenda í vandræðum. Þannig að þetta er í raun að læsa útgáfunum af þessu dependency tré. Þannig að við viljum geyma þetta í geyma þetta í source control út af því að þá lenda ekki aðrir sem að installa á föstudegi einhver sem ég installa á mánudegi og þá uppfæra einhver á millitíðinni einhvern afleitan pakka og þá virkar það ekki og þá er það er alveg einstaklega leiðilegi buggar að leita af því þú heldur þetta sé eitthvað hjá þér en það er eitthvað hjá einhverjum öðrum. Síðan allir þessir pakkar og pakkar sem við gefum út eða módular þá er í raun notað semantic versioning eða semver sem er svona útgáfu stýringar bara staðal sem segir þá hvað útgáfa þetta er og þá er það í raun þessar 3 tölur, það er í raun major útgáfa, minor útgáfa og patch útgáfa, þannig að þá getur þetta litið svona út. Þar sem að major er hækkað ef það eru svona breaking changes, við erum svona að breyta API-inu, minor ef við erum ekki að gera breaking changes, við erum með backwards compatible útgáfu, til dæmis við lögum, við bætum við API-ið á þess að breyta neina öðru, við lögum bara útfærsluna á einhverju og svo erum við með patch og þá er þetta svona bug fixes og þá er það líka ekki breaking changes. Þannig að alltaf þegar við erum að fara úr major útgáfum þá eru líkur á því að forritið okkar muni brotna. Þannig að ef ég er að fara úr útgáfu 6 af ESLint upp í útgáfu 7 þá er mjög líklegt að ég þurfa að gera breytingar á mínu forriti til þess að það virki út af því að það er búið að breyta API-inu. Annars hefði þetta bara verið minor version. Og við getum í raun stillt hvaða útgáfur við erum sátt við að séu installað. Þannig að við getum sett svona, og það gerist sjálfkrafa, er að það sett svona caret tákn fyrir framann og þá segir í raun að það má uppfæra ekki fyrsta, ekki 0 tölustaf lengst til vinstri. Þannig að ef við erum með caret 1, 2, 3 þá megum við fara upp í allar minor útgáfur sem þar komu upp en við megum ekki fara í útgáfu 2.0. Þannig að það má ekki verða eitthvað 0 hérna. Við getum líka sagt bara eitthvað, ég vil nákvæmlega útgáfu 1, 2, 3 af því að ég bara, ég vil nákvæmlega þessu útgáfu af því að ég veit að nýri útgáfan er bara með bug eða eitthvað og það getur oft verið góður kostur að gera það en þá á sama skapi þá þurfum við að vera með einhverja strategi þar sem við förum actually á einhverjum tímapunkti og uppfærum pakkara sem við erum að nota og NPM er með ákveðin tól fyrir það þannig að við droppum bara aðeins hérna inn í og skoðum þannig að hérna ég til dæmis með bara mjög relevant dæmi þegar ég var að setja þetta allt saman upp hérna þá var ég að reyna að laga alla fyrirlestara mína og þú veist þeir eru skrifaðir hérna í Markdown og svo er ég með forrit sem ég er búinn að setja upp hérna sem að keyra fyrirlestara mína ég uppfærið allt í nýjasta ég uppfærið þetta Reveal MD sem er í raun Markdown pakki sem notar Reveal.js sem er þetta slides.dot hérna en þá hætti alltaf að virka þannig að ég þurfti bara literally að taka frá Webfortune 1 af því að ég hafði ekki tíma til að finna út úr þessu og kopja yfir öll node modules möppuna til þess að það myndi virka af því að ég bara hafði ekki tíma og hef ekki ennþá haft tíma til þess að gera þetta en svo var ég núna að uppfæra þessa fyrirlestra og ég uppfærið hérna allt ESLint upp í nýjustu útgáfu og þá brotnaði ESLint þannig að núna er það eitthvað sem ég þarf að laga og þá get ég séð hérna ef ég gerir npm outdated hérna niðri keyri þessa skipun og þá sér hún í raun hvaða pakkar eru ekki í nýjustu útgáfu þannig að ég er hérna með þetta Reveal MD sem er í 4.3.0 nýjastu útgáfan ég er ennþá í 4.2 út af þessum bug og svo er þetta hérna í raun þetta sem er bilað við þurfum að downgrada fyrir Markdown lint nei þetta er eitthvað annað en þá get ég séð í raun hvað er hérna og það er í raun það er vinna að halda pökkunum okkar up to date af því að þegar við uppfærum og við gerum það ekki svona mindfully við erum bara eitthvað nú er ég að uppfæra pakka nú er ég að prófa allt og sjá hvort þetta sé þá munum forritun okkar brotna á einhverju tímapunkti jafnvel þó að þetta eigi ekki að vera breaking change ég hef lent í það oft að ég treysti þessu takmarka síðan er Yarn sem við getum líka heyrt nefnt á nafni sama
sömu andrá á NPM. Það í raun þegar NPM var eini playerinn þá var þetta svo oft að það var engin ástæða fyrir þau til þess að passa upp á að performance á tólinu væri gott. Þannig að það var að fara að taka kannski 2 mínútur að installa einu pakka sem var bara eitthvað svona ridiculously hægt. Og þá var hópur af fólki á Facebook sem tók sér til og bjóð til Yarn sem var bara að optimisa þetta. Þú ættu að vera eldsnöggt að sækja pakka og þau gerir líka lockskrá áður en NPM var með það. Og það að öllu leyti eins, fyrir auðvitað það er ekki hægt að gefa út pakka gegnum Yarn, það er bara gegnum NPM, en að öllu svona flestu leyti, svona praktísku leyti þetta eins. Þannig að nema þú notar Yarn add í staðinn fyrir install og það defaultar á það að vera með dependency og þú þarfst að gera, ef þetta voru dependency þá setur þú dasta-stef. Já, svo er þetta að setja svona þannig að þú getur verið með eitt project sem getur verið með mörg sub-project og svona alls konar dót. En ókostir við NPM, þeir eru nokkrir og þetta kannski bara svona ég er búinn að nefna aðeins þetta að hlutirnir brotni óvart, en síðan núna upp á síðkasti eða seinustu ár þá hefur þetta komið fyrir að þetta ekki að gera óvart. Þetta er actually einhverju svona bad actors sem að fara inn annarkvort að taka yfir pakka með því að segja bara eitthvað, hey, kæri open source höfundur sem með pakka sem mjög vinsæll, á ekki að hjálpa þér og triasa og laga villur og eitthvað svona, vill ekki gefa mig skrifréttindi í NPM? Jú, ekkert mál, takk kærlega, bara þú veist, maður treystir. Og svo hefur viðkomandi gert eitthvað eins og setjinn kryptomænera í pakka, og hann alltaf þegar þú installa einhverjum pakka og gerir eitthvað, þú veist, þá fór hann að mæna kryptó, eða hann fór hann að leita að kryptoveskjum á vélniðinni út af því að NPM getur í raun installað með elevated réttindum. Og ef það var í einhverju fáum tilvikum og í ennfærri tilvikum var viðkomandi með þetta og það var eitthvað, þú veist, einhver annar buggur sem þú nota, að það var bara hægt að finna og í raun síðan senda á bara einhvern miðlægan server, credentials inn á kryptoveskið og þú tapaði kryptokórnunum og varst mjög leiður. Þannig að það er bara, já, þetta er skemmtilegur heimur og það eru nokkuð dæmi þarna sem ég setti í ítarefninu, eins og til með einhver sem var reiður út því að NPM gerði vissulega eitthvað sem var mjög svona ekki sniðugt og þau, eitthvað fyrirtæki sagði bara eitthvað, heyrðu þú það er NPM pakki sem að nota trademarka name og NPM bara eitthvað, úps, heyrðu, við viljum ekki lenda í vandræðum við lögfræðingum og tóku bara pakkan út og höfundurinn var höfundur sem átti hundruði pakka og í mótmæli þá tók hann alla pakkan í burtu sem braut þúsundir verkefna. Það var mjög cool. Það var bara svona interneti, eða svona vefforritunar heimurinn var á hliðinni þann daginn. Og svo í raun þetta að bara, þú veist, við erum ekki að taka á sig of mörg dependency og það svona tvö verkefni sem eru svona stór sem að tengjast þessu og það er Ryan Dahl sem bjó til Node.js. Hann er núna búið til Deno sem er bara samkeppnisaðili við Node.js sem að notar WAF8 en er sem sagt með TypeScript í grunninn, þannig að þú ert ekki að setja það sérstaklega upp eins og við möttum að gera seinna í þessum áfanga. Það er ekkert package JSON, það er öryggi í fyrirrúmi, það er að segja að það er allt keyrt í sandboxu umhverfi þar sem þú þarf explicitly að biðja aðgang að networkinu eða disknum eða eitthvað svona. Það er innbyggður linter, þannig að þú ert ekki með ESLint, það er innbyggt testing, þannig að þú ert ekki að ákveða eitthvað testing framework. Þannig að í raun, dependencyin er í raun keyrður gegnum URL, þannig að þú segir bara eitthvað, ég vil sækja þetta, og þá setur þú bara inn bókstaflegt URL í import statementið þitt, sem er áhugavert, þú eru gaman að fylgjast með þessu. Svo er annað sem er Sebastian McKinsey sem bjó uppröðan til Babel og hann bjó til Yarn hjá Facebook. Núna er hann að vinna í tóli sem heitir Rome sem á að vera svona tólið sem að endar all önnur tól og vil replace Babel, ESLint, Webpack, Prettier, Jest and others. Og það er hérna sérstaklega í package JSON hjá þeim að það er tekið fram hérna. Það eru engin dependency sem er notur. All roads lead to Rome. Ég held að það sé einmitt málið þarna. En hann er einmitt mjög góður forritari, gaman að fylgjast með honum. En já, við erum svolítið eftir, þannig ég ætla aðeins að spýta í lóna af því að við höfum eftir að fara í svona konkrétt praktíska málum.
sem þetta þegar við ætlum að fara að skipta upp forritunum okkar og búa til einingar. Af því að þá hjálpum við þetta svona eins og að búa til föll, bara næsta level eða búa til namespace eða klasa eða eitthvað. Þetta bara leið til þess að vinna með flækjustig. Ég með einhvern ákveðna lógík, geti fært þessa lógík yfir í pakka, búið til API ofan á pakka og þannig í raun fært flækjuna þangað og unni bara á móti API-inu og þá ekki þurft að hugsa útfærsluna og treysti útfærslan sem solid. Og Node.js kemur með þessum einingum sem við skoðum og við höfum eftir að sækja mjög margar einingar eða módula eða pakka í gegnum áfangan. En við höfum líka aðalega eftir að skrifa okkar eigin. Og þá erum við að nota þetta einingakerfið í Node.js og það í rauninni í grunninn byggt á Command.js og það virkar þannig að það hleður öllum einingum synchronously. Það að segja að það bara lesið af disk þegar forritið keyrt upp, þá eru bara allar einingarnar lesnar upp í minni og þær eru bara þar og þær eru keyrðar þar. Og síðan notum við ákveðna leið til þess að exporta og notum síðan þetta require sem við sáum í seinasta tíma til þess að sækja pakkan. Þannig að við exportum úr pakka með því að nota module.exports og það er bara eitthvað gildi sem við exportum og það getur verið bara tala eða fall eða hlutur eða whatever, allar gildar JavaScript týpur og þannig í raun getum við búið til forrit. Þannig að við höfum allar lógíkin í forritin okkar, scoping í raun innan skjálsins sem við erum að vinna í, þannig að við þurfum ekki að hugsa í raun eins og við vorum í webnum að við erum að setja þetta hjúpet í einhverju svona iffy þarna, setja eitthvað svona fall utanum þetta eða gera eitthvað svoleiðis græfur, af því að þetta keyrir allt í raun bara í skjal fyrir skjal og svo í raun bara því sem við exportum sem í raun aðgengilegt í öðrum. Þannig að við getum verið með stakt skjal sem inniheldur þetta eða við getum verið með möppu sem inniheldur þá í raun fleiri skjöl, þar sem í raun módulin okkar samanstendur af undirmódulum eða svona litlu módulum og þá í raun default þar að þá index.js skjalið notað til þess að finna hver inngangspunkturinn, hvað að exporta því sem pakkin sjálfur í heild sinni exportar. Eða við getum í raun overræta þetta með því að setja í package station lykil sem heitir main og sett þá nafn á einhverju öðru skjali sem mun þá yfirskrifa index.js. Nota bene, þetta annað sem að Ryan Dahl sagði hafi verið mistök í hönnuninni á Node.js. Þannig að þá getum við notað þennan pakka með því að segja aftur bara require og þá slóðun á pakkan hérna. Og í þessu tilfelli þá ef það engin ending þá gert ráð fyrir að þetta innihaldi JavaScript. Ef það JSON þá í raun JSON gögnin tekin upp, þau þáttuð og þeim skilað í þetta hérna. Þannig að ef þetta væri JSON skjal þá væri þetta hérna breyta sem myndi innihalda JSON gögnin. Síðan í raun notar þetta relatívar slóðir til þess að finna í raun hvar við erum að leita í þetta. Þannig að ef við notum punktur // þá hefur við að gera ráð fyrir þetta sé sömu möppu við erum í eða skráin sé sömu möppu við erum í. Þetta í raun bara relatíft fer bara niður í rótina á keyrslu umhverfinu sem við erum í, á tölvunum minni, á serverunum sem við erum á eitthvað svoleiðis. Við notum þetta örsjaldan. Svo notum við oft þetta hérna að nota punktur sem fer þá í raun í möppuna fyrir ofan núverandi möppu og þannig getum við í raun farið á milli mappa. Þannig að þetta alveg eins og þegar við erum að vísa í myndir með hérna img elementinu og þá er verið að nota þessa relatífu leið. Ef að það finnst ekkert út frá þessu, þá er leitað í node modules möppunni að í raun bara strengnum sem við erum með. Þannig að ef við notum express þá finnst ekki einhver skrá eða mappa. Þá er farið í node modules, leitað möppu sem heitir express og það tekið þaðan sem er í raun exportað. Og svo eru flóknari reglur þetta, en þetta er svona í grunninn. Ok, þannig að þetta er Command.js, svona virkar Command.js. Síðan er hit sem við erum búin að sjá ef við tókuð hérna webforritun 1 núna í fyrra, hitti fyrra eða þar á áður, sem er í raun þegar við notum rollup, að það er í raun að nota ES modules. Og það er í raun leiðin sem er skilgreind í staðlinum, sem er ekki svona ad hoc staðall eins og Command.js sem var til bara svona þegar fólk varð að leysa þetta verkefni. Að það var í raun bara eftir að það var búið að leysa þetta verkefni, 15 árum seinna kom staðlar bara eitthvað, við erum með hugmynd eins og eru oft með staðla. Þeir eru mjög hægari en þetta ad hoc, en þeir eru líka meira að fara grúndigt í málinu og skilgreina þetta
já, skilgreina þetta. Og það eru ES modules. Þannig að það er hinn parturinn. Þannig að þetta er CommonJS og ES modules. Og þessi hlutir virka ekki saman. Þannig að við erum að nota annarkvort. Við blöndum þessu ekki saman. Og það er sett komið þannig að góður stuðningur í vöfrum fyrir þetta er 91%. Nú getum við farið að nota hérna script type module. Þannig að við erum í raun að load in module. Eins og við vorum að gera í VF41. Við vorum að búa til alls konar hoppa gegnum alls konar hoops til þess að láta kóðun okkar virka svona eins og hann væri módular. Og Node.js hefur sem sagt stuðning við ES modules frá og með Node 14. Þetta var sett bak við flagg, þannig að þú þurfti að segja svona experimental feature. En núna er þetta í raun bara orðið bara first class í Node.js. Og til þess að þetta virki á sama tíma með CommonJS, þannig að maður optar inn í hvort þú ert að keyra. Þú veist, Node.js þú ert að nota núna CommonJS, Node.js þú ert að nota núna ES modules. Og það er í raun það að skrár verða að hafa annarkvort MJS endingu, sem er þá í raun module.js í JavaScript. Við verðum að vísa í skrá með endingu, þannig að þá verður hún í raun að vita hvort það sé verið að athuga hvort það sé export eftir ES modules eða CommonJS. Þannig að við verðum að gera þetta svona, það er hérna úrfellingu að komu, þannig að við verðum að hafa þetta með. Eða að við höfum möppu þar sem við erum með package.json sem inniheldur lykilinn type og hann hefur nákvæmlega strenginn module. Þá getum við notað innan þeirra möppu venjulegar JS-endingar. Þannig að þetta er svolítið svona convoluted reglur. Þetta var rosalegt bara issue og fór fram og tilbaka í Node.js core maintainer hópnum hvernig ætti í raun að gera þetta. Og þetta er núna búið að setla þetta og þetta er í raun gefið út frá með 14. Og þetta var í grunninn svona flókið út af því að import-export ES modules hleður einingum asynchronously sem þýðir það að við getum í raun hlaðið einingum á keislutíma dynamist sem að gefur okkur rosaleg tækifæri bara fyrir optimizations eins og trees, code splitting, þannig að ég keyri bara nákvæmlega þann kóða sem ég þarf að keyra á nákvæmlega þann tíma sem ég þarf að keyra hann. Ég sendi þér ekki 6 megabæt af JavaScripti af því þú gætir hugsanlega þurft að keyra það allt, en þú þarft þess aldrei. Og Node.js veit í raun, það veit ekki, án þess að við segjum því nákvæmlega hvað við erum að gera, þá veit það ekki hvort heuristikið það á að nota, þess vegna verðum við að vera að opta inn í þetta með þessu explicit leið. Það eru síðan svona praktískar munur. Við höfum enga svona galdrabreytur hérna sem segir okkur hvaða directory við erum að vinna í eða hvaða fælname er skráni sem við erum inn í sem er í CommonJS. Það er ekki hægt að importa JSON-gögnum eins og við sáum áðan og það eru nokkur fleiri hérna sem eru tiltekin í skjölinu á Node.js. Ég tók þá ákvörðun að bara nota ES modules í dæminu sem ég ætla að sýna ykkur. Við munum samt vera með dæmi þar sem við erum með CommonJS og þetta er í raun, sjálfkrafa þá erum við í raun að takmarka okkur við útgáfu 14 á Node og upp úr. En á samanskapi þá erum við í raun að líta fram á veginn út af því að öll þessi tól sem við erum að nota síðan á framhendanum eru að nota ES modules og eru þá bara að polyfilla fyrir okkur þessa virkni. Þannig að þá bara, það er til hlutur sem heitir CommonJS. Þið munum sjá hann ef þið farið að vinna í þessu, en ef þið eruð ekki að vinna í mörgum gömlum projektum, þá verður þetta bara minna og minna eitthvað sem þið sjáuð. Þannig að krossum putta og vona að þetta sé ekki slæm hugmynd hjá mér. Þannig að þá erum við að nota þetta, að við segjum þá export, og þá erum við annarkvort með default export, þá segjum við export default, svo eitthvað JavaScript gildi, eða við erum með það sem er betra að nota, sem eru named export, þar sem við erum að exporta breytum og eins og við munum í JavaScript breytur hafa ekki típu, gildið hafa típu þannig að þá erum exportu við heitinu í gegnum breytu heitið og gildið er þá í raun það sem við fáum í framhaldinu. Svo getum við importa þessu, þannig að þá fáum við þetta að importa default exportinu og þetta er importið á named exportinu. Þannig að þá er það munurinn er þessi curly bracket hérna utanum. Þannig að ég get annarkvort importað bara nákvæmlega sama nafn og er exportað eða ég get gefið því annan nafn, til dæmis ef það var eitthvað klass. Þetta export er eitthvað sem heitir data, ég er að importa eitthvað öðru sem heitir líka data, þannig að ég ætla að kalla þetta, module x data eða eitthvað.
Þetta í raun skýrari syntax, svo það meira explicit hvað við erum að gera en að nota hérna CommonJS syntaxin. Og þetta í raun stutt af öllum þessum nútíma tólum eins og Babel eða Webpack eða Rollup og þessu. Og það var svona búið að svindla svona kynna þetta fyrir okkur, þannig að það kunna allir hennar syntax. Og þegar við sjáum þú sér React, þá keyrir allt í React í þessum módul, eða þú veist í ES móduls. Og það er öll product hérna frá eiginlega. Síðan viljum við almennt nota þessi named export frekar en default export út af því að ef við erum að nota þetta í ritlum þá er bara explicitly hérna, þá veit ritlið, hann getur fundið út hvað þú ert að biðja svo lengi sem þú ert að exporta hérna, ert að importa eftir named exporti. Síðan eru við þessi tree shaking reiknirit sem þá athuga hvaða föllu þú ert að nota, hvaða föllu þú ert nákvæmlega að nota og sleppa öllu hinu. Þannig að þá er þetta svona slimma pakkan okkar eða keyrslu hérna kóðan okkar og það hefur allt nafn, þannig að það er ekki bara eitthvað default export sem er bara eitthvað default, heldur það þá á sér eitthvað explicit nafn sem við gefum við notum eða við gefum eitthvað nýtt nafn í gegnum as syntaxin, þannig að það er auðveldara að refactora og renama symboli gegnum marga pakka. Ok, þannig ég ætla bara að fara hratt yfir þetta hérna. Það er til aðgerð hérna sem heitir npm publish sem ég mæli með ef við viljum publish einhverju skoða, af því þetta er fáránlega auðvelt. Við viljum bara búið til account á npm, setja name og version í package.json og keyra npm publish og það er komið á netið. Síðan erum við með skjölir eininga og þá er þetta JS-doc sem ég nota svona af og til og þá er þetta, það eru til margar leiðir til að skjala kóða. Það er þá í raun bæði þetta, hvernig hugsa ég hérna, hvernig ég er að skjala kóða og koma inn í, forskrift, hvað notast Snorri? Fyrir skilyrði og eftir skilyrði, að tilgreina þau en á í raun hvaða formi og þá kemur JS-doc og þá þurfum við ekki í raun að hugsa það, heldur notum við bara eitthvað svona hérna. Lýsingin á fallin okkar, hérna getum við verið með lýsingar á í raun forsendunum okkar. Við erum með params sem í raun bara hvaða parametrar koma inn í fallið okkar og hverju skilar það. Og hérna inn í þetta er í raun típan á því sem við tökum við og þetta er típan á því sem við skilum og svo lýsing á þessu. Síðan til einhver tól eins og JS-doc á npm sem við getum notað til að búa til bara documentation fyrir allt dótið okkar. En við notum það mun minna, meira bara þetta að fara í þennan hérna sem er í raun bara kemur, þetta er bara Java-doc syntaxin adaptaði fyrir JavaScript. Ok, ef við stökkum núna aðeins í nokkur dæmi áður en við tökum okkur smá pásu. Þannig ég ætla að fara hérna inn í modules, þannig ég er hérna með dæmin, þannig ef þið klónið projektið þá getið þið farið hérna og verið bara með þetta í ritlinum, opna möppuna, þið getið farið hérna, þið getið fundið dæmin og þið getið bara keyrt þau samhliða og fiktað. Hérna erum við með CommonJS og svo ES modules sem við ætlum að kíkja dæmin í og svo ætlum við bara að sleppa þessum hérna npm og JS-doc dæmum en þau eru svona ættu að útskýra sig sjálf vonandi. Þannig að hérna erum við með eitthvað index.js sem er í raun að importa alls konar dóti og þá getum við séð hérna í raun það er í raun ekki að importa, það er að require og þá er það að segja hérna þessu hérna ætla ég að require úr þessu hérna module A. Nú get ég bara smelt á hérna, ég smelt á command lykilinn hjá mér og smelt á þetta, þá hoppar hann yfir í það sem er exportað og þá er það hérna module exports og þá er það bara einhver hlutur sem inniheldur einhver gögn. Síðan erum við með annað hérna og það er í raun að require eitthvað úr möppinu fyrir neðan, þannig að þá fer það hérna niður eitt level hérna og finnur síðan file og við þurfum ekki að setja hérna endinguna, þannig að það finnur nákvæmlega þetta hérna skjal og importa því og exporta síðan því hérna. Þannig að þetta er svona hvernig við getum vírað þetta svona saman á mismunandi máta. Sér erum við hérna með, þannig að hérna ég fór í app.js út af því að hér er ég með package.json, það segir að main skjalið sé app.js. Þannig að þá er þetta svona eins og þetta main í Java. Þetta er eitthvað svona hver er útgangspunkturinn og hérna skilgreinum við útgangspunktinn, annars er í raun þetta index.js sem er þessi default. Síðan getum við sótt þetta bara í raun án þess að fara í gegnum B-módulinn okkar. Við getum sótt JSON beint, þannig hérna erum við með einhver JSON gögn
og síðan getum við bara séð hvað að vera hérna. Þannig að þú veist, þetta er ekkert svona neitt sérstaklega spennandi dæmi. Þannig að við getum keyrt þetta og þá sjáum við bara hvað var exportað úr þessu. Það sé ekki fínt svona. Ok, þannig að þetta er Common.js og þú veist, það er þessi require. Ef við sjáum require þá er það Common.js. Ef við sjáum module.exports þá er það Common.js og þá erum við bara að muna. Require er á móti module exports, import er á móti export og það er ES modules. Þannig að við munum sjá minna af þessu og meira af ES modules. Og þá erum við með hérna, og þá er ég hérna með index.mjs skjal. Og ég þarf síðan hérna að importa og ég þarf að segja ég er að fara að importa frá lib.mjs. Þannig að það er þetta munurinn hérna. Við þurfum að vera explicit af þessu og mér finnst það bara næs, því að það er alltaf betra að vera explicit en implicit. Eins og til dæmis þetta. Já, vissir ekki að index.js er defaultinn. Það er bara svona sögulegar ástæður og svona. En þú veist, maður þarf að fara og rekja sig eftir fullt af einhverju svona já, þess vegna virkar þetta. Já, þessi mappa verður að heita svona, annars þess vegna virkar þetta ekki. Sem er svona augljóst þegar maður veit það, en þegar maður veit það ekki þá er það bara af hverju er þetta svona. Þá erum við með þetta lib.mjs hérna og það er þá að nota hérna export default og svo bara named export hérna. Þannig að við fáum hérna default og named, erum með þetta tvisvar hérna, getum við importað þessu markoft, bara svo lengi sem við gefum svo alltaf önnur nöfn. Og svo erum við með hérna möppu og hér erum við með index.js skjal, en hún er samt sem að nota import og export án þess að vera með .mjs og þá er það út af því að hér inni er búið að segja explicitly allt inn í þessari möppu er að nota ES module og það er bara, þá erum við að opta inn í þetta hérna. Þannig að ef við keyrum þetta þá getum við keyrt hérna sem sagt index.mjs þá bara fáum við þessar upplýsingar en ef við förum hérna inn og við fjarlægjum eins og þetta hérna keyrum þetta aftur og þá fáum við module not found og þá er það bara af því að það er ekki vitað af því að þetta gæti verið í raun ekki kóði sem er að nota ES modules þannig að það er í raun bara hægt og sagt bara eitthvað nei, ég veit ekki hvað þetta er, ég ætla ekki einu svona að giska þú verður bara að segja mér nákvæmlega hvað þetta á að vera þannig að við verðum að gera þetta og samanskapi ef við förum hingað og við rýnum þetta svona og við keyrum þetta þá fáum við þetta hérna cannot use import statement outside a module og þá kemur hérna warning to load an ES module, set type module or use the MJS þannig að þetta er svona hjálpleg skilaboð og þá er það bara þetta við getum ekki notað þennan syntax ef við erum ekki búin að opta inn í að vera með module og við gerum það með því að nota annarkort .mjs eða type module í package.json inn í möppu þannig að þetta eru módular og þetta verður bara svona, þú veist, allir kóður sem við erum að skrifa hérna frá munum bara, ég mun skipta öllum upp með þessum leiðum. Þannig að tökum núna, hvað, taka 10 mínútna pásu. Já, gerum það. Byrjum aftur klukkan 4.